Ég ætla að sýna ykkur bráðabirgða uppbytt og snúru uppbytt, en við byrjum á því að vera með auka þráð sem bara svona stuttur og okkar þráð. Við viljum hafa góðan spotta, svo við búum til, gerum einn hnút, einfaldan hnút hérna á endan. Það er ekki mikinn spotta fyrir auka þráðinn, hann bara stuttur. Gerum einfaldan hnút, stillum okkur svo upp eins og við erum að fara að fitja upp. Og þá auka spottin hérna á þumalfingri og aðalspottin hérna á vísifingri. Við höldum með prjóninum og hérna undir í bandið, og það sem við ætlum að byrja á því að gera er að fara undir aukaþráðinn, ná í aðalþráðinn, sláum svo upp á og aftur undir aukaþráðinn, náum í aðalþráðinn. Nú erum við komið með 3 lykkjur. Og gott er að halda hérna í undir, og nú ætlum við að færa þessar 3 lykkjur yfir á hinn endan og þá bara drögum við prjónin í gegn nálæti. Síðan byrjum við á því, nú erum við búin með bráðabirgðauppbyttið og nú ætlum við að byrja á snúru uppbytti, en þá byrjum við á því að slá upp á, prjónum þessar 3. Passa hvort ég held ennþá í spottan hérna svo þetta fari ekki að dragast upp. Svona. Og nú er alltaf leið að sleppa. Við færum svo þessar 3 aftur yfir. Sláum aftur upp á og endurtökum. Sláum aftur upp á. Eins og upp á og prjónum næstu 3. En nú erum við komið uppbyttið, en það eru 5 lykkjur sem við ætlum að fitja upp. 2 hérna í snúru uppbytti og 3 í bráðabirgða uppbytti. Og núna er snúningur, en þá ætlum við að fara með aukað prjónin, hérna hinn endan, í 3. hérna, á milli 3. og 4. lykkju og smegja honum hérna á milli, sjáðu þið. Og snáum honum svo af, en pessum að síðustu 2 detta ekki af. Ætlum svo að setjum bandið hérna á milli og svona. Nú erum við komið með þessar 3 lykkjur hérna framan fyrir snúru og 2 hérna til að prjóna strax. Og fyrsta umferðin segir að við höfum bara prjóna 2 sléttar því við erum búin að snúa þessu og prjónum hérna 2 sléttar. Og snúum svo við. Við höldum áfram þar til núna höldum við bara áfram í umferðunum og næstu umferð bara að prjóna 2 sléttar. Núna ætlum við að færa þessar 3 lykkjur óprjónaðar við bandið fyrir framan. Við getum annars vegar sett bandið hérna fyrir framan eða svona fyrir framan, en við ætlum að færa lykkjuna þannig að við ætlum að prjóna brauðið, en við bara færum það beint yfir, þannig við erum ekkert að snúa þeim. Og svo snúum við. Núna byrjar útaukningar, en við byrjum alltaf að prjóna fyrstu 3 lykkjunar í umferðin á réttunni, og gott er að setja merki núna að þetta er orðin réttan, þannig að við vitum hvað er réttan og rangan. Nú prjónum við fyrstu 3 lykkjunar. Svona. Og núna ætlum við að prjóna framan og aftan í næstu lykkju og auka þannig úti. Við förum þá eins og prjónum að slétta og svo förum við hérna bakvið og náum í bandið hérna bakvið og prjónum hana síðan að líka slétta. Og erum búin að prjóna svona og það kemur svona lítið lykkja hana upp í og prjónum næstu slétta og snúum við. Umferðina tilbaka í rauninu bara slétt að 3 lykkjunum sem við tökum svo óprjónaðar og færum yfir. Næst gerum við aftur eins. Prjónum 3 lykkjur, sléttar. Prjónum framan og aftan í næstu lykkju og prjónum svo 2 sléttar.
Og svo tilbaka, bara eins og áður. Nú fer ég svolítið hratt yfir, þetta ég alveg að geta farið eftir í skriftinni. En núna hérna næsta umferð á eftir ætlum við að gera svolítið öðruvísi. En það er umferð 7. Þá byrjum við að prjóna 3 sléttar. Gerum prjóna framan og aftan. Og gerum það svo aftur. Prjónum framan og aftan. Og prjónum svo slétt tilbaka. Eða slétt áfram. 2 sléttar sem er kanturinn. Og núna, þegar við förum í umferð 8, þá byrjum við að prjóna 2 sléttar. En prjónum svo seinni útaukninguna sem við prjónum framan og aftan í. Slétta og svo brugna. Og svo fyrri útaukninguna prjónum við bara slétta. Og tökum svo 3 lykkjur og prjóna með bandi fyrir framan. Núna erum við búin að búa til fyrsta lykkjuna fyrir kaðalinn. Og þetta heldur áfram að við prjónum framan og aftan 2 sinnum og tilbaka þá prjónum við þar alltaf slétta brauðið. Og höldum svo áfram að prjóna þessa sem er núna komin slétta brauðin. Þannig ef við förum hérna bara yfir næstu umferð, þá prjónum við 3 sléttar sem er kanturinn. Prjónum svo framan og aftan, einu sinni, framan og aftan, 2 svar. Prjónum svo slétt og brauðið eins og lykkjunum vorum á undan. Og svo 2 sléttar. Snúum við og núna, þegar við erum að fara tilbaka, þá prjónum við 2 sléttar. Prjónum svo næstu eina slétta og eina brugna eins og vorum alltaf að gera. Og nú erum við komin á seinni útaukningunni, prjóna framan og aftan. Og prjónum hana slétta, brugna. Og nú erum við komin á fyrri og við prjónum hana bara 2 sléttar og snúum við. Nú haldið þið áfram en næst ætla ég að sýna ykkur snúningin. En það sem þið getið líka hort á mynd sem er á næstu blaðsíðu og mæli ég með þegar þið eru komið með góð tök á þessu að fara eftir myndinni. Nú erum við komin á umferð 17 en þá erum við komin með 5 sinnum eina slétta, eina brugna og nú kemur fyrsti snúningur og þá byrjum við á að prjóna fyrstu 3 sléttar. Prjónum svo framan og aftan, höldum áfram að auka út í. Svona. Síðan prjónum við eina slétt og eina brugna. Núna ætlum við að setja næstu 4 lykkjur á hjálpaprjón. Ég er ekki alveg með hjálpaprjón, það verður bara nál. Það dugar líka. Og við ætlum að setja hana fyrir framan. Næst prjónum við næstu 4. Þá næst 2 sinnum eina slétta, eina brugna. Og færum svo þessar 4 yfir eða prjónum þeim að þær af kaðlaprjóni, það er líka hægt og prjónum þær síðan eina slétta, eina brugna, eina slétta, eina brugna og prjónum svo 2 sléttar og þá er fyrsti snúningurinn kominn. Nú höldum við áfram að fara eftir skriftinni en í sjali 1 þá höldum við áfram bara að bæta við sléttarbrugnu og köðlum og það verður hálfgerð fléttur og við endum á því alltaf að snúa fleiri og fleiri fléttum saman. Í sjali 2 ætla ég að sýna ykkur aðeins áfram en þið sem eru í sjali 1 getið hoppað yfir á mínútu.
Fyrir sjal 2 eru þessar leiðbeiningar einungis. Þetta á ekki við sjal 1. Í umferð 23 hættum við að auka út í tvisasinnum, en það er vegna þess að það kemur garðaprjón á milli kaðlana. Þá gerum við eins og við gerðum fyrst, þá prjónum við fyrst 3 sléttar. Byrjum að auka fyrsta, prjónum fram og aftan, en sleppum því auka næsta, prjónum hana bara slétta og byrjum svo aftur að slétt brauðið í gegn. Þetta er gert í umferðum frá 23 til 29. Í umferð 31 byrjum við svo aftur að auka út í tvisasinnum hérna í byrjun, en þá byrja kaðallinn aftur. En það sem breytist í umferðinni til 24 tilbaka er að við prjónum hana bara alveg eins og hérna, en þegar við komum inn á undan og prjónum henni eftir að við prjónum síðasta slétt og brauðið, þá prjónum við í rauninni 3 sléttar og það breytist alltaf við að því þetta er garðaprjón sem bætum hana við og færum svo prjónar. Ég er bara með pröfustykki, en ykkar stykki er mikið stærra, en þegar við ljúkum við umferð 46 í sjali 2 og 50 í sjali 1, að þá stendur að það eigi að setja síðustu 3 lykkjunum á hjálparband. En það einfaldlega gerum við með því að vera með bara svona auka þráð eins og í byrjun og að við prjónum lykkjunar á þennan auka þráð. Mér finnst mjög gott að láta það bara fella svona af. Svona. Setjum þau getum líka þrætt þessi með nál og í gegn. Gott að setja bara einfaldan hnút til að festa þannig að það dett ekki ef við munum geyma þessi lykkju til síðar. Núna ætlum við bara að prjóna stykkið sem er hérna inn í endurtek. Þetta er bara pröfustykki, ykkar er mikið stærra og endurtökum umferðirnar 1 til 8 í munstur 2 þar til uppgefin fjöldi er komin af endurtekningum. Ég vil enn minna á að ég er bara með pröfustykki, ykkar stykki er mikið stærra, en þegar við höfum endurtekið munstur 2 sem við prjónum hérna bara fram og tilbaka ákveðum mörgum sinnum eins og uppskriftin segir, það er munur á milli sjal 1 og sjal 2 en að gera fara bara eftir og þegar sá fjöldi er komin þá byrjum við í munstur 3. Og það fyrsta sem við gerum í munstur 3 er að við endum hérna, við erum að fara að prjóna, við endum á röngunni og prjónum hérna næsta umferð prjónuð á réttinni, að við ætlum að fitja upp 3 lykkjur með ækorti. Með bráðabera, 3 lykkjur fyrir ækort með bráðabera uppfiti. Það sem við gerum er að við tökum hérna auka þráð, leggjum hann hérna með fram og höfum þetta svona eins og við erum bara að fara að fitja upp hérna. Svona. Og þetta halda honum hérna. Síðan förum við hérna undir og við ætlum að fara undir og ná í. Slá upp á og undir og ná í. Hér erum við að gera þetta hérna. Svona. Og setjum svo bandið hérna megin. Þannig að ef við tókum þetta þá eru þær hérna 3. Við færum þessa 3 lykkjur aftur yfir á prjónin og eins og sjáið þá er það svolítið snúnar svona og þráðurinn er í 3. lykkju. Og nú hefst umferð 1 í munstri 3 og þá byrjum við að prjóna þessa 3 lykkjur bara sléttar. Og það þarf okkur að passa sig vel hérna. Svona. Tóa þetta bara. Og næsta sem við gerum er úrtaka vinstri. Þá tekum við innlykkju og prjóna. Prjónum næstu og steypum og prjónu yfir. Og gerum aftur úrtaka vinstri. Hérna. Prjónum næstu og steypum yfir. Og höldum svo áfram eins og munstur segir. En athuga skal það að alveg eins og í munstri, í sjali 1
heldum við áfram að gera þetta bara áfram. En í sjali 2, eins og áður, þá kemur garðaprjóna milli kaðlana og þá erum við ekki að taka úr tvísasinnum af því önnur úrtakan erum við að fækka tvöföldu köðlunum í bara eina lykkju. En fyrri lykkjan er fyrri úrtakan er úrtakan og önnur úrtakan er í rauninni bara fækkun á að prjóna þessa lykkju sem er fyrir framan og aftan saman. Nú höldum við þessi áfram að prjónum við þá í munstri og tökum alltaf úr hérna í byrjun umferðar á réttunni. Nú erum við komin hérna á síðustu umferðina. Umferðin á undan þá prjónum við bara eina og færðum svo 3 lykkjur með bandi fyrir framan yfir. En nú ætlum við að prjóna bara 2 og taka svo úrtaka vinstri hérna á síðasta. Þá tökum við fyrstu lykkjuna og prjónum þá næstu og steypum yfir. Nú eigum við bara 3 lykkjur hérna eftir og núna ætlum við að setja þær á band og eins og áður þá bara getum við fært þær bara svona yfir á band. Getum nota náls, prjóna þær eða einhvern veginn. Og muna að festa vel. Gera einn hnút. Svona. Og þá er vísbending 1 búin. En eins og áður, þetta er bara pröfustykki. Ykkar stykki mun líta allt öðruvísi út.